Við ætlum að tala lýðræði og mannréttindi. Það auðvitað hægt að vinna með þennan grunnþátt á fjölbreyttan hátt og við reynum svo sannarlega að gera það. Og endum daginn sem bara með okkar nemendum. Þá erum við að fara yfir daginn og bæði hvað framöndan hjá þeim og hvernig dagurinn það hefur verið í lok dags. Og þá fá nemendur tækifæri til þess að segja frá, spyrja, tala fyrir framan hóp og þjálfa sig þannig. Og líka náttúrulega taka tillit til annarra og virða skoðanir annarra því auðvitað eru þau ekki alltaf sammála því sem þau eru að segja. Við ræðum líka ýmis mál, við erum að ræða framkomu, reglur, stríðni, jákvæðni, bara ýmislegt sem kemur upp. En þá komum við saman í svolítið frekar stórum hópi þar sem við verðum að ræða mál sem brennur á nemendum, þar sem þeir ráða svolítið ferðinni í umræðinni. Þá er oft verið að ræða frímínútur, matsalinn, framkoma annarra nemenda og svo framvegis. Og við teljum að við séum kannski undirbúið svolítið undir þetta að tala í svona stærri hóp af því að við erum líka að tala í smærri hópum á mótnana og í upphafi og í lok dags. Við kennum í þemum mikið eins og hefur komið fram hjá fleirum. Samþættum námsgreinar, við erum með samfélagsfræðigreinar sem við tengjum við íslensku, stærðfræði, listir og fleira sem við kennum í þemum. Nemendur vinna þá oft í hóp og mjög gjarnan í hóp. Nemendur hafa oft val verkefnin í þema eða hópavinn. Þar sem eru þá kannski einhver ákveðin skylduverkefni en líka valverkefni þannig að þau geta svolítið svona sett saman vinnuna í kringum þeim. Þannig að þau hafa að segja hvað verður loka afurðverkefnisins, hvort það veggspjald eða líkan eða myndband eða hvað það er. Einhverjar á skólans að vilja og virða og við reynum svolítið að hafa það að leiðarljósi í öllu okkar starfi. Þar sem við hlustum á nemendur og reynum að koma til móts við það sem þeirra langanir og hvað þeir vilja gera. Það hefur verið allt og lítið í umræðinni að leyfa börnum yfir inni og ég botna ekkert í þessu sko. Helgi náttúrulega alveg upp svolítið í grundaskóla, en við mætum eiginlega svona miklum spurningum alltaf með þetta hvernig okkur gengur að hafa krafti. Og það er alltaf kennara líka á vakt, ekki bara skólaliðar eða starfsfólk, við erum alltaf kennara líka og ég held að það skiptir máli. Það skiptir rosalega máli. Í okkar skóla þá fá yngri börnin að fara út en eldri börnin mega velja hvort þau eru úti eða inni. Og það er bara ýmist. Þetta hefur breyst mikið sko, þetta var ekki svona. Þetta er bara í pólitík og lýðræði, hvernig það virkaði í alvörinu og það endaði með því að við vorum settir í ákveðin hlutarkennararnir og bara settir á pallborð og það var fyrir bara mjög gaman og þau fengu að punta á okkur og við þurftum bara að standa klára þessu. Það var verulega flott verkefni og þau voru margsvísir, það var mjög gaman. Við settum kostningar eitthvað. Við vorum kostningar. Við þurfum til kostningar og með stíðum. Kenndum svolítið svona þessi hugtök, lýðræði og þetta ferli sko og kjörklefi og annað sko. Ábyrgðin sem fylgir því að við eiga atkvæði og hvernig þá voru þau kjósa í námsnefnd og þetta er hugmynd frá unglingastiginu, þau eru búin að vera með þetta. Þar sem dæmi á unglingastiginu, það eru krakkarnir sko, þá funda þau reglulega með kennurunum og eru að skipuleggja skólastarfið með þeim. Og eins og fyrir þá gerðu þau svo rosalega flott Harry Potter smiðju þar sem allt nám var bara tengt inn í í stærðfræði voru þau að gera einhverja seiði og eitthvað svona, það var virkilega gaman að heila veika í því og búningar og alls konar, mjög skemmtilegt. Mættu þetta staði, ég var að búa til Quidditch. Lýðræði og mannréttindi er þátttaka. Lýðræði og mannréttindi ætti að vera sjálfstöð, eru það ekki og þarf að vinna því að hverju degi. Einstaklingur á að fá að búa í lýðræði þar sem hann getur blómstrað og dafnað öllum til góðs.